Ef rafali hefur 180 gráðu póldeilingu þá hefur hann, við skulum skoða þetta hérna, þá hefur hann eitt pólpar hérna, kemur fram hér, það eitt af þessum möguleikum sem hérna, svörum. Og í 1-2, hve margar rafmagnsgráður myndar rafali í einum snúningi? Það fær þetta aðeins til. Ef hann hefur 8 póla, eða sem sagt 4 pólpör, sem sagt hvers margar rafmagnsgráður. Og hérna eru 8 pólar og einn snúningur gefur okkur 1440 rafmagnsgráður. Þannig að það það síðasti möguleikin hérna. Þannig að þið æfið ykkur í að reikna þarna fram og tilbaka til þess að geta svarað þessum spurningum sem hérna eru stærð rafala eða sem sagt byggingu rafala og póldeilingu og pólpör og rafmagnsgráður og slíkt. 1-3, þegar talað rafstraumsrafali sé samfasavél, þá átt við að tíðnin hans sé í samræmi við snúningshraðann. Og svo hérna í 1-4, hvernig eru sleitingarhringjalausir rafalar segulmagnaðir? Þá þurfum við að hafa í huga hérna kassamyndina af rafalanum í Rafsvæði 2 bókinni, þar sem hérna að það er kassi sem merktur 1 og það kemur segulsvið frá honum og það eru segulpólar þar allan hringinn í kring í húsi rafalans sem að segulmagna í rauninni segulmagna rafalan sem á pólhjólinu. Þannig að með segulsviði frá segulpólum í húsi rafalans væri réttast að svara í þessu tilfelli hérna. Ef að finna þessa mynd, ég þarf aðeins að ná hérna í þessa bók, sjá hérna já. Og þetta kafli 18 og við förum hérna og náum í þessa kassamynd sem þegar verið að fjalla sem sagt Marcon-rafalan og síðan Stanford-rafalan. Þetta í þeim kafla, fyrst hérna tengimynd sem að vísar í kassamyndina, hérna 1, þetta pólarnir sem að að spyrja um. Þetta það sem að segulmagnar rafalan í rauninni. Það segulmagnaðar frá þessum segulpólum sem merkt númer 1 hérna og við skoðum hérna áfram. Hérna svo kassamyndin. Hérna kassamyndin númer 18.38 og það þessi hluti hérna 1, þetta eru segulpólarnir í húsi rafalans sem að segulmagna rafalan. Þetta segulmagna rafalan sem sagt þriggja-fasa vöf segulmagna rafalans númer 2. Síðan eru þessi þriggja-fasa rafstraumur afriðaður í 3 sem fer yfir á aðalpólhjólið númer 4 og spanar upp spennu og straum til álagsins, númer 5 sem sátrið og frá sátrinu fáum við svo raungildi inn á spennustýringuna. Í Stanford-rafalanum þá erum við líka með sísegulrafala og hérna eru síseglarnir á ási vélarinnar sem að spanna upp spennu í þriggja-fasa sátri sísegulrafalans, merkt 6B, sem að fer síðan inn á spennustýringuna eða spennureglin, númer 7.
og svo segulmögnuð rafalan með því að senda segulmögnunar straum inn á númer 1 sem eru segulpólar. Það er segulsvið frá segulpólum í húsi rafalans sem að segulmagna rafalan. Ok, þá erum við búin að átta okkur á þessu svari. 1.5. Álagi er kílóvöttum. Raunálagi er jafnað á milli rafala sem tengdir eru sömu safntennum með því að stilla óskgildi hraða afvélarinnar. Já, ég er að taka þetta upp líka. Og munið að við vorum að hækka spennuna frá 3 fasa spennugjáfanum til þess að auka við aflið frá handstýrða rafalanum til þess að jafna raunálagi á milli rafalana, og á díselvél þá myndum við auka við olíugjöfuna á þeim rafala sem við þurftum að auka við framleiðslu til þess að jafna álaginu á milli véla ef að hann væri handstýrður. Nú, en auðvitað er þetta gert sjálfvirkt og þá er haft sjálfvirkt áhrif á óskgildi hraða afvéla til þess að jafna álagi á milli þeirra. Og þetta er kallað á ensku load sharing unit, en ég gef nú sannlega ekki til með að spyrja um enska heitið á þessu. 1.6. Ef 3 fasa rafali er þríhyrningstengdur, þá er fasastraumurinn, það er það aðalstraumurinn deilt með rótina 3. Þetta er í rauninni bara gengur í gegnum allt. Og það getur líka verið spurt um spennuna, mun á milli aðalspennu og fasaspennu, ef að stjörnutengingur að ræða, eða þá er það sama náttúrulega að til þess að fá fasaspennu þá er aðalspenna deilt með rótina 3, þá fáum við fasaspennu. En í þríhyrningstengingu þá er aðalspenna og fasaspenna sama spennan. Nú, og í stjörnutengingunni þá er fasastraumurinn og aðalstraumurinn sami straumurinn í stjörnunni. Í 1.7 þá hefur við að reikna eitthvað. 3 fasa rafali, hann gefur frá sér 1250 ampera straum við 400 spennu og fasvik álagsins er 39 gráður. Og við erum að reikna launafli sem rafalinn framleiðir, og þá tökum við sínusinn af þessum 39 gráðum og margföldum spennun og strauminn og rótina 3, þá fáum við launaflið 545 kW reaktív. Alltaf að muna eftir að setja rétta einingu, passu sig á því. Já. Þetta er nú mjög einfalt dæmi hérna, mjög fljótlegt að finna út á því. Hér er aðeins örlítið viðameira, 1.8. Hvað þarf raunálag rafalans í dæmi 1.7 að aukast mikið til að fasvikið minnki niður í 20 gráður við óbreytt launálag? Við þurfum í rauninni að athuga hvað er raunaflið fyrir breytingu, og við höfum upplýsingar um það hérna, og við getum fundið þetta út frá ýmsum aðferðum, en hérna getum við notað tangensen í sjálfu sér. Það er hægt að gera það, og hérna við vitum þá núna að hérna þetta verður rauninni eftir breytingu sem að P verður, af því að við erum búin að breyta þessu í 20 gráður hér, að þá er hérna erum við með 1,49 kW þarna. En fyrir breytingu er það P fyrir hérna 400 sinnum straumurinn sem er rótina 3 og sinnum kósinus 39 gráðum sem að voru fyrir. Og þetta er svo satt 673 kW, og þá hérna er rauninni bara að finna mismuninn á þessu. P breyting, það er bara
raunaflið eftir breytingu og hérna drauga frá aflið fyrir breytingu. Og þá sjáum við sem sagt að mismunurinn er 824,4 kW. Já, þetta er svona ýmislegt sem að hérna hægt er að hugsa sér sem einhvers konar dæmi svona, en þið hafið fleiri dæmi til þess að hægt á í sambandi við rafalana. Nú skulum við fara í lið 2 sem er þryggjafasa riðstraumsmótora. Og þegar skamhliðsmótor veldur mestu fastviki á netinu, þá er hann álagslaus. Þegar P er svo lítið, en við þurfum að segulmagna mótorinn og þá er mjög mikið fasvik. Þá er hann álagslaus. Í 2.2, þegar sett er meira álag á skamhliðsmótor, þá eykst straumurinn vegna þess að mótspenna í sátri minnkar með lækkandi snúningshraða. Þess vegna eykst straumtaka mótorsins. Við sjáum að þetta er í texta í rafmagnsfræði 2 bókinni. Nú, í 2.3 þá er með ID-ræsingu má gera ráð fyrir að ræsistraumur lækki í 1/3 að ræsistraumsgildi miðað við beina ræsingu. Þetta var í kaflanum ræsi aðferðir, stjörnuþrýstiræsingu og slíkt. Og í 2.4 hvað eftirfarandi er rétt þegar talað er töp í skamhliðsmótor. Og hér er hérna að eirtöpin að þau aukast með straumnum í öðru veldi. Þetta var spurning á prófi 2 til dæmis í rafmagnsmótorunum þar. Nú í 2.5 ræsivægi skamhliðsmótors í beinni ræsingu, það er rúmlega 2-falt málvægi. Við vorum með mótorar sem voru í kringum eitthvað 2,4 sinnum málvægið. Þannig að rúmlega 2-falt málvægi er rétt í þessu tilfelli. Nú, hérna, ég ætla að senda fleiri eintök út. Ég ætla að sjá, var með þetta hérna, að prenta þetta. Því það, hvað eru konir margir í viðbót? 5, já, ok. Og taka þetta upp eða ekki? Ég er að taka þetta upp. Það bara, einhver getur þá náð í þetta út á prentaran. Ég skoði bara rétt þetta, ég ætla að setja prentarinn í gang. Hérna er þetta. Ég ætla að setja í gang. Það er komin í gang prentun, þannig að skulum við, þeir sem eftir að fá eintök, náðu bara í það fram. Og hér er dæmi mótor, hann er merktur 200 kW, 400 volt, /690, 50 rið, 1488 snúningar á mínútu, nýtnin er 95,5%, raunaflsstuðullinn, kósfí, er 0,85. Og það sem við varum að gera hérna í A-lið, það er að reikna strauminn og sýndaraflið frá 400 volt neti við fullt álag.
Já, og þá byrjum við á því að því hann er merktur 200 kW. Hvað segir þetta okkur? Ef að mótor er merktur 200 kW, hvaða afl er þetta? Er þetta aflið út? Akkurat. Þess vegna verðum við að byrja á því að reikna aflið inn, P-in. Og passið ykkur þá að snúa þessari formúlu rétt. Þannig að við segjum P-in er sama sem P-út deilt með nýtni tölunni. Sem sagt 200.000 deilt með 0,955 af því að nýtni hérna var gefin í prósentum 95,5%. Og þá fáum við sem sagt 209 kW rúm og notum það til þess að reikna út straumtöku mótorsins. Og þá deilum við náttúrulega með spennunni rótana 3 og raunaflsstöðlunum upp í aflið inn, P-in. Og fáum strauminn hérna 355,62 ampere. Og þá getum við notað þann straum til þess að reikna sýndaraflið, S. Og þá fáum við hérna rúm 246 kilovolt ampere. Munum eftir að hafa einingarnar réttar. Nokkrar spurningar varðandi þetta. Prentarinn er ennþá á fullu. Svona sjá þegar hann stoppar þá skulum við ná í eintak. Já, blýantinn, já, allt í lagi. Ok, aðeins varðandi hérna B, við erum að útskýra merkinguna 230/400 volt. Hvað þýðir þetta? Það þýðir það að fasaspenna mótorsins er 230 volt en við getum tengt neti sem er með 400 volta spennu með því að stjörnutengja mótorinn. Það þýðir það. Og ein aukaspurning, gætum við, ef við værum með 3400 volta net, gætum við gætum við notað ræsi aðferðina stjörnuþrýtningsræsingu við 400 volta net og mótorinn er merktur svona. Notað þessa stjörnuþrýtningsræsingu, er það hægt? Nei, það er nefnilega alveg hárrétt, það er ekki hægt vegna þess að við byrjum á því að náttúrulega setja hann í stjörnu en við endum á því að hann fer í þríhyrning og ef hann fer í þríhyrning þá verður 400 volta spenna yfir hvert vaf en hvert vaf þolir bara 230 volt. Þannig að mótorinn myndi brenna og eyðileggjast. Þannig að við megum ekki vera með svona merkingu. Hvernig yrði mótorinn að vera merktur ef við myndum stjörnuþrýtningstengjan við 400 volta net? Já, 400 690 volt. Já, 400 690 volt. Ok. Herri, nú megið þið drífa ykkur að ná í hérna inntökin frammi. Og það höldum við strax áfram þegar við komum tilbaka. Það takið þetta bara allt. Það verður sennilega eitt eintak eftir. Það er bara til mín eða?
Það er bara einn eftir að fá. Ok, hérna í 2.7 þá var að reikna málvægi mótors við fullt álag í dæmi 2.6 að þá náttúrulega notum við P út til þess að reikna málvægið. Og þessi formúla er á formúlublaðinu, skulum bara gá að því hérna. Það býðum við, sjá. M, já, og þessu snýr svona, þannig að þið þurftu að snúa formúlu fyrir hérna M, ráðið við það. Sjá, hvar var ég hérna? Hérna var ég. Sem sagt að M er samsæm P sinum 60, þetta með tvissunum P sinum N litla N sem er snúningshraðinn. Og þá þurfum við bæði upplýsingar um snúningshraðann úr dæminu þarna 2.6 og aflið út sem er skráð á mótorinn, 200.000 Watt og þá fáum við 1283 Newtonmetra. Ok, æfið ykkur í þessu að reikna út Newtonmetrana. Svo kemur 2.8, við erum að reikna launafl mótorsins við fullt álag í dæmi 2.6. Þá vorum við með, já, það var bara gefið upp hérna kósfí. Þá þurfum við náttúrulega að reikna fyrst út fasvikið. Í 2.6 sjáum við hérna, þá var kósfí gefið hérna 0,85 og þá þarf að setja 0,85. Ég sýni það ekki þarna, ég glemt að gera það. Kósí mínus fyrsta, það er 31,79 gráður, eitthvað slíkt. Já, 30. Til að finna hérna, við erum að taka sínusinn af horninu, sínus af fasvikinu, það er að við erum með uppgefið í dæmi 2.6, hérna, kósfí er 0,85, þá setjum við kósí mínus fyrsta af 0,85 og fáum fasvikið í gráðum 31,788, við getum sagt 31,79 gráður og notum það, tökum sínusinn af því þegar við reiknum út launaflið. Sjáðu hérna, sínusinn af 31,79 gráðum og síðan sinnum rótina þremur náttúrulega og sinnum straumurinn sem var reiknaður út hjá okkur og sinnum 400, þá fáum við launaflið 129,79 kVA reaktív. Þið eru náttúrulega með þessar formúlur allar og muna bara þegar við erum með þryggjafasa mótora þá notum við rótina þremur en náttúrulega ekki í einfasa. Þá notum við ekki rótina þremur. Við erum eftir að reikna líka svo einfasa mótor eitthvað í sambandi við einfasa mótor í lokin á prófinu. Ok, þið eru þá komið með þetta. Allt í góðu. Síðan koma spurningar úr verklegum æfingum. Og hér spurt er yfirráðsvörn fullnægjandi varnarbúnaður fyrir mótor og kapal og ef ekki, hvað þarf í viðbót? Sem sagt, hérna er verið að tala skammhlaupsvörn. Við þurfum, ef það verður skammhlaup, þá náttúrulega er yfirráðsvörnin ekki nægileg fyrir það.
Við þurfum að fá annað bræðuvör sem að brenna leið eða sjálfur sem að skjótast út leið og verða skamhlaup. Svo að við þurfum líka skamhlaupsvörn. Það er sérst ekki nóg að vera með yfirráðsvörn. Í leiðinni þá vorum við með svona sjálfar. Sjálfar er byggt upp af 3 þáttum. Hvað er í sjálfari? Jú, í sjálfari er yfirráðsvörn, það er skamhlaupsvörn og það er rofi. Það er sem sagt þetta þrenns konar búnaður sem er kallað sjálfvar. Við köllum það líka stundum mótorsjálfrofi ef að þetta er notað við mótora, því að þá er hægt að stilla það nákvæmlega á málstraum viðkomandi mótora. En þetta er þessi 3 aðalhlutar sjálfars eða mótorsjálfrofa. Ok. 3.2. Er hægt að ræsa fullestaðan mótor með ID-ræsi? Ef svo er ekki, hver eru þá talin efri mörk lestunar? Og það er ekki hægt að ræsa fullestaðan mótor með ID-ræsi af því að til dæmis straumurinn hann lækkar niður í 1/3 með við beina ræsingu. Þannig að efri mörk lestunar er talin svona í kringum 50%, hálfa lestun mótorsins. Ok, nú í 3.3 þá er að spyrja á hvaða straumgildi skal stilla yfirráðsvörn sem staðsett er í faststraum mótorsins og hvar er þessi staður? Þetta er nú við, fasastraumur, það er ekki hérna, finnst ekki hér. Fasastraumi mótorsins, ég ætla að finna hérna mynd í bókinni af því, þá þarf ég að finna kafla 19. Sjá, það er hérna. Og það er stjörnuþrýsræsing og við fáum hérna það hér og hér sjáum við að hérna er yfirráðsvörnin staðsett inn í fasastraum mótorsins. Sem sagt milli höfuðrófans K1 og mótorsins. Þannig að ef að yfirráðsvörnin væri staðsett hérna fyrir framan, þá myndum við stilla á málstraum mótorsins, en ef að hún er staðsett hérna inn í fasastraumnum, hérna rétt við mótorinn, að þá þurfum við að stilla á málstraum deilt með rótinni af 3. Sjáum hérna. Þá tökum við þessi 200 ampere sem er málstraumur mótorsins, deilum með rótina 3 og þá fáum við það byrð 115 ampere, segjum við 200 hérna, deilt með rótina 3, þá fáum við 115,47 ampere, og undir stillana á það byrð 115 ampere. Þið munið þá núna, munin á því að vera með yfirráðsvörnina í heildarstöðum mótorsins annars vegar og hins vegar í fasastraum mótorsins. Ef að yfirráðsvörnin er staðsett fyrir framan mótorinn og það er alveg til í dæminu að þið hafið yfirráðsvörn staðsetta í fasastraum mótora. Og þarf ekki endilega að vera staðsett í fasastraumnum, getur verið í aðastraumnum. Það er allur gangur á því. Þannig að þið þurfum að skoða það. Ef við þurfum að skipta til dæmis yfirráðsvörn og sjá hérna á hvernig þarf að ganga frá henni og á hvað þarf að stilla hana og svo framvegis. Nú, 3.4. Hvað nefnist þetta? Þið sjáu hérna táknmynd af undirspennusbólu. Og hvar er þetta notað í rafkerfi skipa? Þetta er staðsett í aðalrófum, til dæmis í rafalarrófum
líka í rofum sem fyrir álag, hitöld og slíkt og hvernig er þetta notað í rafgeymsskipa? Sem sagt, með því að rjúfa strauminn af undirspennusspólunni þá setjum við út þessa rofa. Jú, það verður prófsýning þá bara seinna en við erum að fara yfir það núna vegna þess að það er frí á morgun. Já. Við getum fundið tíma í seinni í vikunni til að þið getur kíkt til mín sko, til að fá einhverja prófsýningu. Það er sjálfsög allt í lagi. Ok, B-liður. Mótorar sem að ganga hægt undir fullu álagi geta skemmst ef ekkert er að gert. Hvers vegna er yfirálsvörn ekki nægileg við þær aðstæður? Því að yfirálsvörnin mælir strauminn sem mótorinn tekur, þá getur mótorinn verið að taka alveg eðlilegan straum, en samt sem áður getur mótorinn verið að ofhitna vegna þess að hann kannski gengur hægt undir miklu álagi og kæliviftan hún virkar ekki. Hún kælir ekki mótorinn vegna þess að hann gengur hægar. Heldur en þannig að viftan hún getur ekki kælt mótorinn og þannig getur við ekki varið mótorinn ef við erum bara með yfirálsvörn. Heldur að við erum í rauninni ekki að fylgjast með raunverulegum hita vafana með yfirálsvörninni og þess vegna þurfum við að nota svona hitaliða sem er með skynjara inni í vöfum mótorsins og slær út ef að raunhiti vafana verður of mikill. Síðan hérna í C. Hvað nefnist tákn sem merkt er T3 á myndinni og hvert er hlutverk þess? Þetta er sem sagt einangrunarsspennir sem við sjáum oft í teikningum til dæmis varðandi landtengingarbúnaðskipa. Þetta er almennt tákn einangrunarspenni og þetta getur verið með mismunandi spennum á forvafi og eftirvafi, en það getur líka verið sama spenna á forvafi og eftirvafi, en megin tilgangurinn er að aðskilja sem sagt rafkerfin, svo að rafkerfi bátsins verði ekki beintengt rafkerfi lands. Nú, 3.5. Ef álag á rafala er 18 kW, þá er afl á fasa. Þá deilum við bara með 3 í þessa tölu hérna. Það er þrefalt heildaraflið sko, þá deilum við með 3. Og þá svörum við því náttúrulega 6 kW. Já. Nú síðan í 3.6. Hver eru kostir og gallar pröfulampa við bílænagreiningu? Þið voru að svara þessu í síðasta prófi. Þetta er fljótvirk aðferð. Hvort það að vöfin séu slitin eða mótorinn mikið skemmdur. En gallinn er að við höfum mjög ónákvæmar niðurstöður, sérstaklega varðandi útleiðslumælingu. Nú, hvaða bílun í mótor getum við fundið með spanmæletæki? Við getum fundið samtengd vöf, vegna þess að þau eru kannski brunnin saman í nótum. Það er það sem að vöfin liggja inn í mótornum. Þetta gerist vegna einangrunarbílunar. Mótorinn hefur hitnað á mikið og þá skemmist einangrunin eða vöfin tengjast saman og þá getum við fundið það með spanmæletæki. Og síðan kemur samfösunin. Það er 4. hluti prófsins. Það eru náttúrulega sjálfsagt fleiri skýrslur undir í 3. liðnum og bæði færibandið sem að það var ekkert spurt það til dæmis en þið svöruðu því í örugglega einhvern tímann og sjálfsagt fleira sem að þið farið í gegnum allar þessar skýrslur. En við skulum fara í gegnum samfösunaratriði. Hvaða 3 skilyrði þarf að uppfylla fyrir samfösun
og það er það náttúrulega að það sé sama spenna á rafal á safntennum, að spennar hafa sömu tíðni og við veljum rétta augnablikið. Og það er sumir sem að nefna líka fjórða atriðið að sé rétt fasaröð, en hún er í rauninni ekki alltaf, það þarf ekki alltaf að vera að tékka á henni vegna þess að það er ekki gert nema ef að rafalega er að koma úr viðgerð eða að vera að setja nýjan rafalega inn á kerfið sem að það þarf að skoða sérstaklega. En þetta eru aðal þessi 3 atriði sem að þarf: spenna, tíðni og rétt augnablik. Nú, útskýra hvað gerist og hvaða vörn verður virka ef snúningshraði rafalega sem á að fasa inn á netið örlítið minni en svara tíðnin á netinu þegar fasa er sama við netið. Og rafalarofinn hann leysir út vegna þess að bakkapsvörnin verður virk ef að það er það mikið bakkapl og það varið í það langan tíma að þessi bakkapsvörn virkjar rafarofa útleysinguna og þess vegna er atriði að hafa innkomandi rafala og örlítið hærri tíðni. Til dæmis ef við erum að fasa inn á net sem er 50 rið, 50,0, þá höfum við til dæmis hérna inn í tilraunastofunni verið kannski með tíðni sem er 50,05 eða 50,1 þegar við erum að fasa rafalæn inn. Þannig að hann komi inn sem framleiðandi en ekki sem notandi, ekki sem álag. Þannig að þetta er svona atriði varðandi það, af hverju við þurfum að hafa rafalan á aðeins hærri tíðni. Það er til þess að bakkapsvörnin leysi ekki út og rafalinn komi inn sem framleiðandi. Nú, lýstu hvað ljósdimmtenging hefur fram yfir dimmatengingu í samfössun. Já, þetta er náttúrulega, venjulegast eru ljósin tengt þannig að það er notað hérna ljósdimmatengingin, eins og við munið eftir að hafa séð út í vélasalnum og náttúrulega sjálfsagt í herminum, að þá sjáum við svona áhrifin á því að hafa þetta ljósdimmatengingu að þá verður svona eins og hringhreyfingu ljósunum við fáum á tilfinningunum hvernig þetta er að verða þannig að við megum fasa saman og svo náttúrulega sjáum við augnablikið líka með sérstökum mæli samfærsuna sjánni. En sem sagt í dimmri tengingu þá er öll 3 ljósin slökkt, kannski erfitt að sjá það hvenær þau verða öll slökkt. Það er betra að sjá kannski ljósdimmatengingu þegar þetta er svona að blikka endi í einhvers konar hring, þannig að við höfum betra á tilfinningunni hvenær rétta augnablikið er þá. Og en það er semst erfitt að sjá hvenær þau verða öll slökkt. En í ljósdimmatengingu þá lýsa 2 ljós jafnskært og það 3. er slökkt þegar rafalarnir eru fasaðir saman og það er auðveldara að sjá það sem sagt. Þess vegna er ljósdimmatengingin frekar notuð við samfærsluna. En hins vegar, hvers vegna notum við hérna dimmutenginguna? Jú, við notum dimmutenginguna sérstaklega, við breytum yfir í hana til þess að kanna hvort það er örugglega rétt fasaröð. Hún er notuð í það. Ef að er slökkt á öllum ljósum samtímis og þess að þau blikka í takt, að þá er rétt fasaröð. Og auðvitað getum við líka notað sérstakt tæki fyrir ofan og neðan rofan sem við notum til að fasa saman með og til að tékka á því hvort er sama fasaröð fyrir ofan og neðan á honum, þá megum við fasa saman þegar að við erum með rétta augnablikið og náttúrulega spennun og rétta og tíðnina. Síðan er hérna í viðbót 4.4. Hvers vegna þarf meiri segulmagnastraum við spanálag heldur en raulnálag? Þetta er svona spurningu einlega úr 18 verkefninu. Þar sem að hérna við vorum að prófa rafalag 2 og við prófuðum sem að hafa hann undir raunálagi fyrst og sáum hvaða segulmagnastraum hann þurfti þá. Síðan settum við sama straumálag, hreint spanálag
og við sáum að þá þurftum við ennþá meiri segulmögnun. En að sem sagt, straumurinn í Spánaleginu, það vinnur á móti seglun pólhjólsins. Þetta er sem sagt kölluð sáturspyrna og það er segulsvið frá sátrinu sem að vinnur á móti seglun pólhjólsins. Þess vegna er þetta rétt svarið við þessari spurningu. Að launstraumur í Spánalagi vinnur móti seglun pólhjólsins. Ok, síðan er þetta síðasti hluti prófsins hérna. Það er liður 5. hluti prófsins, það er einfasa mótora. Og hér er spurt hérna ræsivægi í einfasa skammhlaupsmótor fæst með því að straumur í hjálparvafi er 100 gráðu úr fasa við straum aðalvafsins. Þetta getur verið svona milli 90 gráðu til 100 gráður úr fasa við straum aðalvafsins. Þess að munur á milli straumana í hjálparvafi og aðalvafi eru það bil 90 til 100 gráður. Þá hérna fær einfasa skammhlaupsmótorinn mjög gott ræsivægi. Og síðan hérna skuggapólsmótor. Hvar er hann notaður? Hann er sem sagt notaður sem dælumótor í þvottavélum eða sem við erum þessi viftur líka, smáviftur. Og síðan hérna alströmsmótora, hvar eru þeir helst notaðir? Þeir eru notaðir til dæmis í borvélum eða ekki, í ryksugum og hrærivélum, litlum, svona heimilishræðurvélum og svona almennt í handverkværum eins og slípirokkum. Það eru alströmsmótorarnir og þeir eru svona raðtengdir. Hvar myndum við nota hérna skrefmótora? Skrefmótorar þeir eru notaðir í prenturum eða róbótum, sérstaklega þjörkum. Það eru róbótar og líka í disklingadrifum í tölvum, það eru líka skrefmótorar notaðir. En já, þá eru við í rauninni búin að fara yfir alla svona einfasa mótorana. Munið eftir þessum 3 hérna ræsiaðferðum við einfasa mótoran, eða rétt að rifjum það upp. Það var að með þétti og raðtengdi við hjálpavaf, það var ein ræsiaðferðin. Það var með ræsiliða, eins og það er gert í kælipressunum, eða þess að það er mótora við kælipressur, litlar, svona eins og ískápa og slíkt. Liðaræsing, já, þess að þéttisræsing, liðaræsing og síðast er viðnámsræsing. Viðnámsræsing, þá er bara viðnámið skotið inn í vafið og til þess að breyta fasvíkinu, þannig að fái aðeins betra ræsivægi með meira fasvík milli straumsins í aðalvafi og hjálpavafi. Þetta voru þessar 3 aðferðir. Liðaræsing, þéttisræsing og viðnámsræsing. Og síðasta dæmi hérna, 5.4, þá passið ykkur á því að þetta er best að gera þetta í þessum 2 skrefum. Reikna fyrst út aflið inn og síðan að reikna út strauminn, ef það er beðið um straumtöku mótorsins við fullt álag. Það er spurt hérna hve mikinn straum tekur mótorinn frá neti og þá er náttúrulega miðað við fullt álag. Og hvað er gefið upp? Jú, aflið út af mótornum er gefið upp. Og við megum ekki nota það ef við ætlum að reikna strauminn. Af hverju ekki? Þetta er ekki, við getum ekki reiknað út strauminn út frá þessu vegna þess að straumurinn, það er meiri straumur sem mótorinn tekur og við þurfum að finna út fyrst aflið inn. Við sjáum nýtni hans er 80%, þess vegna
verðum við að skoða app-formúluna, skrifa hana upp fyrst þegar við sjáum að hún er hérna neðst í formúlublaðinu. Nýtni hérna er sama sem P út deilt með P inn, þið skrifið það upp fyrst. Nýtni sem P út deilt með P inn, svo þarf að snúa þessu rétt. Passið ykkur á því að gera þetta alveg örugglega rétt. Þá segið þið, við verðum að reikna P inn fyrst, þá segið við P út deilt með nýtninni. Og 80% eru sem sagt 0,8, þá segjum við 1500 vött hérna, deilt með 0,8 og þá fáum við 1875 vött sem er aflið inn og strauminn verðum að reikna út frá þessu. Og næsta skref er það að passa sig að sleppa því að nota af því að þetta er einfasa mótor, sleppa því ekki taka rótina 3. Hún á ekkert heima hérna, þetta er bara einfasa. Þá segjum við, sem sagt, nota þess að formum P sem y sinum y sinum cosinus phi og við höfum hérna raunafstöðlinn hérna 0,94 og þá segjum við, tökum strauminn, þá er það P aflið inn deilt með spennunni og raunafstöðlinu. Þess að 230 volt, já, þá var að gefa upp hérna 230 volt og sinnum 0,94 sem er hérna afstöðlinn 0,94, deila því upp í P inn, þá fáum við strauminn 8,67 ampere. Og þannig höfum við haft þetta uppbyggt að við hafið þekkingu á þessu öllu saman og ef það er ekki fleiri spurningar varðandi þetta þá ætlum ég að hætta þessari upptöku. Ok, þá slökk ég á upptökunni. Setur þetta bara inn á vinnu eða? Já.